Sjávarfallaorka er þegar við notum sjávarföllin til þess að framleiða rafmagn. Þetta er helst gert þar sem er töluverður munur á flóð og fjöru, því að á flóði þá kemur sjórinn inn í áttalandi eða inn í eitthvað fjörð eða eitthvað álíka. Við skulum ímynda okkur að við séum með fjörði hérna sem að mjókkar pínlítið, þannig að það er mikill straumur hérna inn þegar það er flóð og út þegar það er fjara. Þá getum við sett upp eitthvað hérna sem að bara snýst og býr til rafmagn eins og í vindmyllu eða vatnsorkuveri. Þá snúum við víravirkinn í segulsviði sem að er með viðnámi sem að býr til rafmagn. En vandamál við sjávarfallavirkjunin er að það kemur flóð og 6 tímum seinna kemur fjara, að þegar það er alveg flóð þá er alveg rúmur klukkutími þar sem að sjórinn er bara hérna inni. Og þegar það er há fjara þá er klukkutími þar sem sjórinn er bara farin út. Þannig að rafmagnsframleiðslan er ekki stöðug. Við getum alveg notað sjávarfallaorkuver þó svo að rafmagn er svolítið þannig orka og við þurfum að framleiða hana stöðugt til þess að hún virki, því að við getum svolítið illa geymt hana. En ef ég væri með vatnsaflsorkuver eitthvað staðar nálægt, þá geti ég notað það til þess að framleiða rafmagn meira þegar það vantar rafmagn frá sjávarfallaorkuverinu og skrúa svo bara fyrir vatni þar þegar það er mest að gera í sjávarfallaorkuverinu. Svo kemur líka smáströmmur og stórströmmur, þannig að 2 í mánuði er meiri munur, þá fengjum við meira rafmagn, og 2 í mánuði er minni munur á flóð og fjöru, þá fengjum við minna rafmagn. Þannig að sjávarfallaorkuverin virka illa ein og sér. Nema eins og í Íslandi þá þyrftum við kannski að vera með þau allt í kringum landi, þannig að það sé alltaf eitthvað framleiðsla einhvers staðar, en það er pínlítið flókið og bara alls ekki staðir alls staðar á landinu til þess að setja upp sjávarfallaorkuver, og við erum ekki með nein sjávarfallaorkuver á Íslandi ennþá, en það er spurning hvað gerist í framtíðinu. Þau eru til nokkuð víða í útlöndum, en þetta er ekki út af þessum göllum sem ég er að nefna. Þá verður þetta aldrei megin orkuframleiðslan, en þetta getur funkarað ágætlega eða virkað ágætlega með öðru. En þetta er endurnýjanleg orka eins og sumt annað, af því að sjávarföllin, þetta verður engin áhrif á sjávarföllin hvort við virkjum þau eða ekki.